Komið sæl. Ég heiti Smári Árnason og ég ákvað það fyrir nokkru síðan að gefa kost á mér í þessum formannskjöri og það var reyndar á mótornum Geir. Ég sá fram á það að hann ætlaði enginn að bjóða sig fram á mótornum, þannig að ég taka það mér. Ég, eins og Kristján Þór, ég hef verið á dekki en ég átt svona, ég er svona króniskur óþekktarangi og það hefur svona fylgt mér í gegnum mína tíð að vera svona dysfunctional og ekki að geta farið svona þann veg sem að venjulegi borgari gerir. Ég sennilega hefði mér tekist það hefði ég verið settur á Rítalinn sem það, en sem betur fer var ég ekki settur á Rítalinn. Þá var ég sennilega kannski svona fyrirmyndar, kannski bara eins og þið hinn hérna. En það er búið að vera miklir umbrotatímar hérna á Íslandi og akkurat á svona umbrotatímum þá þarf og við veitum ekkert hvað er framvið það. Mér finnst tímlítið vera svona það sem Bjarni og þið fóru að tala um. Þetta er náttúrulega eitthvað svona sem að þið vilja heyra. Það er akkurat það sem að ég er ekki þessi stjórnmálamaður og ég sé frekar lélegur stjórnmálamaður vegna þess að er það ekki mitt svona ég hef snert stjórnmáli, ég stofnaði með stjórnmálaflokk hérna 2002 og fór í sveitarstjórnarkosningar og það var svona mín niðurstaða að stjórnmál væri alveg boring og ég væri rosalega þakkláttur fyrir þá sem nefndu að starfa í stjórnmál. Nú sér maður líka nú að þetta er krabbameinsvaldur og það eru formenn stjórnmálaflokka eða ráðherrar sem fá krabbamein út á streitu og gremju. En þannig að ég finnst þetta ekki öfundsvert starf. En það sem að ég held að ég geti gagnað svolítið vel akkurat það á þessum tímum. Ef ég formaður flokksins og verð forsætisráðherra, þá mun ég ekki starfa lengi. Ég myndi vera bara kannski svona 1-2 ára því að ég myndi örugglega vera orðinn leiður og vilja bara gera eitthvað annað. Þannig að ég myndi þá átt þetta. En þá á þessum örugglega 1 og 2 árum þá er ég örugglega búinn að gera ansi margt og örugglega búinn að umturna þjóðfélaginu. Því ekki veitir ég að vegna þess að þetta þjóðfélag jú, er einhverstað fyrirmynda þjóðfélagin en það er svo margt sem að má fara betur og í rauninni megum við erum bara þakklátt fyrir því núna til dæmis að það sé vinstri stjórnina núna. Hún er svona að hreinsa til og fyrir svolítið á því að halda því við höfum verið svolítið blind og lokuð og verið að hafna vandamálinu. Við höfum svolítið verið að sjálfstæðisflokkurinn, hann hefur verið svolítið að ekki vilja viðurkenna mistök eða verið einhverju raunveruleika flóttar. Ég vona að fulltrúar flokksþingi hafi þann þroska til þess að velja þessum formann af því að ég held að hann myndi gera þessum flokk svakalega gott. En svo er líka spurning hvort að ég er heima í þessum flokki. Jú, ég er einstaklings og frjálshyggjumaður og hef alltaf verið en ég er náttúrulega eins og segja, ég er óþekktarangi líka þannig að ég funkar ekki í hópum og þannig að ég get ekki, ég gat ekki hugsað mér að fara til þessi hópkjör eða vera hérna sem ég er stjórnsamur í eðli mínu þannig að ég vil frekar fá að stjórna. Það gagnast frekar að mér það, ég nenni ekki að vera eitthvað svona, ég sé ekki að gagnist nokkrum að vera eitthvað nöldra inn í einhverjum hóp. Þetta er bara að fá að leiða. Eins og við horfum upp á Davíð Oddsson, þetta var svona blómatíma hjá Sjálfstæðisflokknum og hann var ástæðulegasti stjórnmálamaður Evrópu. Það er sem það vegna þess að það var ekki sem stóði vegið fyrir honum, hann var svona að hlusta eitthvað nöldursveikina í kringum sig. Ég held að ef ég fæ þetta tækifæri að leiða flokki
úr þessum kröfum og inn í andlega vakningu. Og það er þetta sem við þurfum á að halda. Sjálfstæðisflokkurinn þarf á andlegri vakningu að halda. Það er ekkert voðalega andlegt í þessum flokk. Og þjóðinu auðvitað líka. Og ég sem sagt kosta mér að í það verkefni að vaksa og barna þessum flokk í einhvern tíma. Þetta til ég fara að leiða við. Takk fyrir mig.